þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar með banka sem rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væru hlutabréfin 0. Þannig að bankinn hefði farið á hausinn? Ef að bankinn fær ekki hjálp í þrengingartímum, fær ekki fjármögnun, þá lifir bankinn ekki, það er ekki flóknara en það. Er þetta að kalla þetta þjóðnýtingu? Ég myndur ekki vilja kalla það, en það kemur fram í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að ríkið ætlar sér ekki að eiga þennan banka til langframa og þegar að róast og hægist þá mun ríkið leita leiða til þess. Þó það heldur ekki á mínu valdi lengur, þá myndir ríkið væntanlega leita leiða til þess að ná þessum peningum inn aftur. Annars fer fyrst í gegnum vel rekinn banka sem við mikla trú á og síðan með sölu banka og markaði á nýja leik. En ég legg nú til að ég spurði ríkisvaldið ráðherrana þessi efni. Hvað er að tala um langan tíma og er einhver tilbúinn, er búið að ræða við einhverja? Nei, það er engar slíkar vangaveltur í gangi. Þetta voru stuttur tími. Meginatriði var það að tryggja það að þessi ágætlega vel rekni banki sem með mjög gott eignasafn, að hann lenti ekki í vandræðum í þessum ólgusjó og þegar þessum ólgusjó linnir, af því að þetta linnir öllum slíkum viðrum fyrir það síðar, þá mun þessi banki standa vel og þá gerir ég ráð fyrir því að ríkið muni losa sig við sinn eignarhlut og þá gerir ég ráð fyrir því að ríkið og þar með skattborgarnir muni hagnast á öllu saman. Þessi peningar koma hér að byrja með úr Seðlabankanum, hið erlenda fé, en síðan verður Seðlabankanum væntanlega bætt það upp með ákvörðun Alþingis fljótlega, þannig að Seðlabankinn verði jafnsettur. Þetta verður eignarhlutur ríkisins. Seðlabankinn ætlar ekki að eiga í Glitni, telur það ekki heppilegt, þannig myndi það verða. Þessi aðgerð var rædd við forystumenn ríkisstjórnarinnar hér í bankahúsinu í gær og þeir héðan höfðu samráð við alla ráðherrana og forystumenn allra annarra stjórnmálaflokka á Alþingi voru hér á fundi í bankanum í gær með mér og forsætisráðherra og þar voru þeir settir inn í þessi mál. Það er þannig að þetta fólk eftir aðgerðir ríkisstjórnarinnar með banka sem rekinn. Ef að þessi aðgerð hefði ekki komið til þá væru hlutabréfin 0. Þannig að bankinn hefði farið á hausinn? Ef að bankinn fær ekki hjálp í þrengingartímum, fær ekki fjármögnun, þá lifir bankinn ekki, það er ekki flóknara en það. Davíð Oddsson sagði enga aðra banka hafa leitað til Seðlabankans. Þetta er þó vísbending það sem að ýmsir hafa trúað eða talið líklegt að ef að íslenskir bankar ættu við ákveðna erfiðleika að etja, að þá væri til staðar vilji hjá ríkisvaldinu að leggja þeim lið. Þessi aðgerð sýnir að sá vilji er raunverulegur. Hann ætti því að þýleiti til að minnsta kosti að geta verið jákvæður gagnvart öðrum bönkum. Það er örugglega vilji til þess hjá ríkisvaldinu öllu að þar verði sýnt meira hóf í bankakerfinu almennt, en ég vek athygli á því að Glitnir hefur gengið þar á undan með góðu fordæmi, en það er sjálfsagt ekkert útilokað að menn geri betur þar heldur en gert hefur verið, en menn hafa farið undir forystu fyrrverandi stjórnarformanns, eða núverandi stjórnarformanns, þá hefur verið farið myndarlega á stað í þeim efnum og bankastjórinn hefur stutt mjög við þá viðleitni sem að stjórnarformaðurinn beitti sig fyrir.